Góðan daginn og velkomin í 27. þátturinn minn hérna á YouTube-rásunum minni. Ég heiti Helga og ég handhafi Óð. Ég vil byrja á því að bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. 2 vikur síðan að ég satt hér og tautaði síðast hvað á daga mína hafi drifið. En venjulega þetta á viku fresti en ég skrapp í húsmæðraorlof til Spánar, segi ykkur nánar frá því á eftir, og skilaði mér heim á föstudaginn var og bara búin að vera að njóta fólksins mín síðan að ég kom heim. Nú, það er ennþá óguðulegu tími þessa dags, hún er ekki orðin 7. En það er nóg að gera í dag, þannig að ég vildi drífa mig í að allavega taka þetta upp og vinna þetta svo inn á milli atriða hérna í dag. Þannig að þetta kemst upp inn á alheimsnetið. Nú, ég seti eins og alltaf á skjáinn og hérna niður í boxi fyrir neðan hvar mig er að finna. Annars er það Instagram Helga A71 og Raverly er Helga AR. Og svo er ég með like-síðu á Facebook, Verkefnatöskur Helgu. Það var eitthvað basl með hljóðið, en ég vona að þetta verði framvegis í lagi. Við erum með allt í botni þegar ég set það upp, eins og því að það er alltaf hægt að lækka. Nú, ég er eiginlega alveg viss að ég verði eitthvað reiðgóð út á túni. Bara mér finnst svo langt síðan að ég gerði þetta. En við bara skellum okkur í þetta. Nú, það eru klárin, verk í vinnslu og hvað datt í pokann og hvað er á döfinni og svo smá blaður. Nú, og klárin eru nokkur, þau eru öll svona litli hlutir en þau eru slatti. Byrjum bara á nafnaveisla Hilmis Þórs, yngsta barna barnsins, er eftir 2 vikur held ég. Og mömmu hans langaði í eitthvað svona dress fyrir utan fötin sem hann verður í þegar hann er nefndur. Það var hann í svona hvítum prjónafötum eftir hina ömmu sína. Og svo vill hún að hann hafa svona gæjaleg föt til þess að fara í. Og pantaði þessar hérna frá Petit Knitting sem er Sjöfn, sem er íslenskur hönnuður, og þetta eru svona litla sætar búsur og þetta er Merino Extra Fine. Northern Lights held ég að liturinn sé kallaður. Ég er það er svo langt síðan að ég gerði þetta. Ég gerði þetta sama dag og ég gerði síðasta podcast, þannig að það er alveg komnar 3 vikur, sko. Og þetta var bara mjög fljótgert. Þær eru alveg frábærlega skrifaðar uppskriftirnar hjá þeim, eða henni. Þannig að það fór allavega bara tæpa 2 dokkur, ég man það. Og þetta er minnsta stærðin. Og hvað ætla ég að nota? 4 mm prjóna, líklega. Og kannski 3,5 í strófin. En ég átti að skráta inn í inn á rafið hjá mér. Þá rifjast það upp. Síðan heklaði ég svolítið af tuskum úti og í fluginu og ég skildi 3 eftir úti hjá vinkonum minni. Þannig að þau verður bara að taka orðið mitt fyrir því. Og svo, ég hef aldrei gert þetta corner to corner hekl. Þannig að ég ákvað að prófa það og það er bara æðislegt. Svo ótrúlega fljótgert. Og þannig að ég gerði byrjaði á þessari í fluginu og leiðinni heim. Og þetta er bara Drops for You bómullagarnið. Þetta er endurunna bómullin sem er í þessum klút allavega. Já, og þessa sem ég skellti eftir út að vera líka Drops for You bómullagarnið. Þannig að þar voru, ég gerði 4 tuskur
allt í allt. Og svo gerði ég 4 pör af sokkum og ég byrja bara á þessum sem eru á á blokkarunum, sokkastrekkjurunum, af því að þeir voru myndatöku í gær. En það eru þessir þeir heita svo mikið sem Vintersfrost og eru eftir, já, það stendur ekki á forsíðunni og ég er bara með hana. En þetta eru fríir sokkar á Ravelry, Vintersfrost, og þetta er handlita gatn eftir mig, svona laxableikt er liturinn kallaður í dollunni. Það er ekkert munstur sem að innanverði á fætinum en bara utan. Og svo er svona þessi hæll. Ég þekki ekki IF Cartridge er þetta kallað í uppskriftinni. Og ég fór algjörlega eftir uppskriftinni. Það er svona táin er sem sagt úrtakan byrjar með að prjóna 2 saman, prjóna 6 og prjóna 2 og prjóna 6. Þannig að þetta er svona, táin verður ólík því sem ég er vön að gera. En ég átti að sjá hvernig þetta virkar á mig þegar ég fer að vera í þeim. Og þessa var ég að mausa í fluginu á leiðinni. Nei, þessi voru bara mausaðir þarna hér heima og svo úti hjá vinkonu minni. Og síðan, áður ég fór út, þá kláraði ég 2 pör. Þannig að núna er ég ekki með neina sokka á prjónunum. Það er bara búið þar, en ég er svo sem að fara að flytja upp á bráðum öðrum. Segja ykkur frá því. En þetta eru Hvað gerði ég við? Ásaki, tegja mig hérna. Já, buxurnar heita Dreki, hnébuxur. Ég var greinilega búin að taka uppskriftina til hliðar svo ég myndi ekki gleyma það, en ég er ekki með uppskriftina eitthvað þessi heitir, en jú. Já, allt á vísum stað eða þannig. Þetta eru sokkar sem ég fékk í verðlaun, eða þessa uppskriftina. In Line for Pumpkin Spice Latte heita þessir og þetta er svona kaðla, með svona alvöru kaðla hérna og svo svona gerfi kaulum, þessi litlu. Og þetta er seld uppskrift, þannig að ég get ekkert verið að útskýra það neitt nánar. En smáatriðin hérna eru þau að það er svona perluprjón ofan á tanni og síðan er svona stroff aftan á hælnum sem ég hef ekki gert áður. Ekki svo ég muni, já, þannig sé ég alveg glæsilega vitleysu. Þetta verður orðin í skónum hjá mér. Þessi verða allavega ekki gefnir. Ég teki vitlaust upp hérna gatnið. Það var að vera svona, en hérna er garðaprjónsnótarnir út. Ég var að keppast við þess að vera að klára þetta. Þetta er Austumann-stepp gatnið, sokkagatnið, sem ég er svo ofboðslega hrifin af. Þannig að þarna er par númer 2 og svo er það par númer 3 sem á mausa komið svolítið af og á. Ég vil setja bara annan af því að það er eftir að sýna ykkur munstrið. Þetta er sem sagt bara steingrár fabel litur frá Drops og með þessum með svona hæl. Og eina sem ég gerði öðruvísi það var að gera garðaprjónsumferðina prjóna brauði áður ég byrja á tánni. Og þessir heita My Cup of Tea socks og eru líka fríir á Ravelry. Það er svo mikið að fallegum sokkauppskriftum sem það eru fríar, en ég veit ekki hvort þið sjá munstrið, það ekki. Þetta er sérst alveg framan á sokknum, allavega til að táin byrjar.
svo bara slétta aftan og þá hringir vekjarinn. Þannig að mér langaði í eina svona plain sokka. Sem sagt, bara til þess að eiga við þess háttar viðburði. Það sem að maður kannski vill vera í hlýjum sokkum en svona prjónasokkum en getur ekki verið í einhverjum skrautlegum. Svo eru þetta sokkarnir sem ég gerði í fluginu meira og minna. Ég tók aðeins í það úti en ég gerði það þannig. Það var algjörlega svona bara, þú veist, þurfti ekkert að hugsa. Ég byrjaði hérna uppi og prjónaði svo bara alveg lengi og síðan sem sagt held ég áfram að prjóna héðan og alveg hérna niður. Þannig að þetta var svona heil lengja. Og svo ég var búin að fella af, þá setti ég nál í í bláa litin hérna megin og bleika á hinum og losaði, klippti á milli og prjónaði út tanna út frá því. Og sama gerði ég með hælinn. Ég gerði svona eftir á ísettan hæl. Þá var ég búin að þræða nálinni í og var með eina svona rönd á milli sem ég klippti í og rakti það upp og prjónaði og þá opnast fyrir hælnum og maður prjónar það bara í rauninni úrtökuna í því eins og á úrtöku á tá. Og mér finnst þetta æðisleg aðferð á svona munstraða sokka þar sem maður vill ekki brjóta upp munstrið, leyfa því að halda þessi á endurnar eru bara eins og eiga að vera yfir ristinni og á hælnum. Og ég notaði bara sama litin í hælinn og var í þar sem ég var að klippa upp. Og þessa prjónaði ég á 2,5 mm prjóna og var með 60 lykkjur. Þannig að þeir eru ekki eins brjálæðislega þéttir og aðrir sokkar sem ég geri. Mér finnst alveg rosalega gott að hafa mikið af svona neikvæðum strekkingi í sokknum. Þannig að sérstaklega eins og ef maður er með eitthvað munstur þá nýtur það sín bara betur. Það talaði að ég er að vera með 10% af ummálið á sokknum að vera 10% minna en ummálið á þér, fætinum. Greip það eitthvað staðar á lofti þar sem ég var að hlusta á podcast. Þá er ég búin með klárin og þá eru það verkin í vinnslu og þau eru í raun og veru bara 3. Þessar 2 peysur sem ég er með á prjónum, ég hef ekkert komið við þær eftir að ég kom heim og kom ekkert við þær hérna vikuna áður en ég fór út. Þannig að ég tók þær ekkert inn. Ég er búin að vera að vinna henni í 3 síðan þið sáum mig síðast, fyrir utan náttúrulega þetta sem að kláraðist. Og ég var að byrja hérna á hatti sem heitir Flashpoint eftir Elmer Galam. Og þetta er frí uppskrift á rafvirkni. Og ég bara að nota handlitaða gatnið mitt sem ég hef verið að dunda með að gera við. Það er eins og ég gerði þannig daginn, þá var ég með bleikt sem lit á móti þessu handlita og það er einfalt þetta bláa en þetta handlita er 2-falt og þetta handlita er sísú hvítt bara sem ég litaði og bláa er örugglega smart, já. Þannig að þetta var aukt hjá hann eitthvað. Ég bara er að gera eitt sem er svo aldrei mikið skemmtilegt og á eiginlega hugmynd allan í augnablikinu og líka með langs að vera búið með það fyrir nafnavísluna. En það er Laufey eftir snillingin hana Björg og sem að gera drilltu fallegu kápuna sem ég gerði nú prjónaði yfir mig á hrafntinu fyrir jólin í hitt fyrra og því líka snillingur sem þessi kona er. Skrifar alveg frábærar, eða hannar frábærar flíkur. Og það var nú bara 3 ár eftir hún á Rafirli og ég á þær allar.
Ég held að það má alveg koma fleiri. En ég er að gera hérna, ég er að gera stærstu stærðina og þegar þú ert búin að gera hérna fyrstu laufin, gera ákveð mörg lauf, og þá eru alltaf 2 þræðir á hverju laufi þegar þú byrjar svo að prjóna þetta saman í hring. Þannig ég er búin að ganga frá helmingnum af þráðunum, þessum sem að liggja hérna á milli laufana, en á svo eftir að ganga frá þessum sem eru neðst á. En það býður bara betri tíma. Og þetta er alveg, ég byrjaði bara á þessu ég var búin að gera nokkur lauf áður en ég fór út, kláraði þau svo í gær og tengdi hring og er búin að, ég var bara, sjúk í þessu í gær, svo erfitt að sýna þetta. Ég er búin að prjóna héðan og hingað upp í gær. Það var algjör svona afsleppuna dagur hjá mér í gær. Ég var náttúrulega bara þunn á laugardaginn eftir ferðina. En þetta er hérna Drops Baby Merino Mix. Litur númer 39. Ofsalega fallega og svona sprengdur litur, þannig að það verður mikið hreyfing í honum. Nú, já, það er svo sem ekkert meira um þessa fegurð að segja, en að ég vona að ég verði búin með þetta bara í klára þetta í vikunni. Og síðan gerði ég aðeins í Vertices Unite á laugardaginn, vantaði eitthvað svona þægilegt. Ég er ennþá bara í fyrsta kaflanum og ætla að gera stærri típuna, ég er búin að ákveða það. Vertices Unite eftir Stephen West og þetta er bara prjónar, 4 mm prjónar og ég glemdi að segja hvað ég er að nota í kjólinn, hann er laufeyju, þar er ég að nota 3 mm, hæja, og í húfinu er 3,5 svona tréprjónar. Þannig að, okkur er alltaf ég er að flýta mér, ég er bara búin að vaða yfir þetta allt hérna. Skál. Nú er fasta hjá mér. Fasta ég fram á hádegi. Þetta er eitthvað sem að innkirtlalæknirinn vill að ég geri. Nú ger ég það. Nú, já. Þá er ég búin með klárun og verk í vinnslu. Og það sem að dætti í pokan, það var svolítið skemmtilegt. Það var hérna, ég sá á Facebook hjá ekki handverkskunst sem er í Árbænum og þau voru komið þetta hérna í sölu. Svona prjónageymsla og alveg snilld eins og þegar maður er að fara til bara erlendis eða á ferðalega eitthvað og mikil tróðningur á prjónadótinu og líka bara til þess að missa ekki lykkjurnar af. Það er hérna gata á endanum, frekar stíft og maður treður bara nálunum í það og þá fara það ekki neitt, sko. Þannig að svo bara skellir maður þessu saman núna í pokan. Ég fékk mér 2 svona. Það er örugglega mjög þægilegt að hafa þetta að maður fyrir að þvælast bílnum í sumar. Og fékk þetta bara sent með pósti heim. Síðan er hérna garnið Maribel frá Skoller og Stól sem við höfum verið með nýri í Galleri Snotru. Það er að hætta. Það var 50% afsláttur á því og ég hafði aldrei prófað það, þannig að þá notar maður tækifæri að prófa. Þetta er 50% ull, 40% akríl og 10% alpakka. Og ég fekk mér kannski ekkert gált að vera að sýna ykkur eitthvað sem er bara það getur vel verið ef þið hafið áhuga. Það er slatti ennþá til nýri í búð og sjálfsagt er þetta til alls staðar víða annars staðar. Þetta er kallað Chunky, þetta er 90 metrar á 50 grömmum og gefið fyrir prjónastær 7 til 8. Ég er náttúrulega að skoða það betur. Og hérna ég keypti 2 liti, þennan sem aðalit og svo litin númer 0017 í munstur. Þá ætla ég bara að hafa 1 munsturlit og eftir að finna út því hvað það verður. En það
Þetta verður náttúrulega ekki lengi gert. Nú annað, þetta ekki í pokan. Þannig að hérna, þá er það allavega komið. Og síðan er það sem er á döfinni. Ég skrifaði það niður hérna í gær á post-it og það sem er á markmiði núna, það er að klára peysurnar sem ég er með á prjónunum. Allavega byrja að komast eitthvað að staða. Sko þær eru ekkert í einhverjum forgangi en auðvitað vil ég fara að geta hellt mér í þær og ætla að svo sem að fara að gera það samhliða nýju uppfiti. Og áður en ég fitja upp á eitthvað nýju þá ætla ég að klára Stephen West sjálið og bríóshúfuna og kjólinn og hrafntinu. Og þá eru sem sagt langar mig að gera sikkura peysuna á Hilmi Þór og Erni Leó, svona, hún er kölluð Gramps, ég sýndi ykkur myndaðan í síðasta þætti. Svona hneft lítil, svona afapeysa, þar sem að hérna kraginn og þetta sem er hérna framan á er úr öðrum litin peysan sjálf og það er lillsæti vasar og svona. Síðan var Anna að panta eyrnaband fyrir sumarið á hrafntinu og vinkonu hennar. Og síðan ætla ég að fara að henda mér í að fara að byrja á þessum margumtölu munsturvettlingur í jólagjafir. Og grifflurnar sem ég ætla að gera í stíl við hattinn hérna úr gatninu eftir Amy hjá Stranded Dye Works. Og síðan sikkurt parið af þykkum sokkum fyrir okkur Helga í veiðiskóna. Og ég ætla að gera það úr hérna Step 6. Það er miða. Gatnið hans í sokkan hans Helga kom í poka inn í stofu. En það er þetta hérna. Svona sjálfmunstrandi. Þetta er prjóna á alveg 3 til 4 mm en ég ætla að nota 3. Því ég ætla alltaf að hafa efnið svolítið þétt í því. Nú svo eru reyndar komin hérna 2 pör í tösku. Fyrst er bara svona, eins og ég segi, vanillu sokkar. Og það er einmitt hinn stauturinn tilbúinn. Og ég tók þetta gat með mér út en auðvitað náttúrulega var ég ekkert, sat ekkert svona þó ég væri sitjandi einhvers staðar, þá var ég ekkert alltaf að prjóna eins og ég ger svo mikið hérna heima. En ég tók þetta hérna Step Östumann með jójóba og aloe vera. Þetta er litur 343. Ég ætla að hafa svona bara lit 1000 í hælinn og hugsanlega tanna líka. Þetta er svo rosalega munstra gatn. Þá finnst mér fallegra að hafa, sjá þetta, annan lit í hælinum heldur en eins og er á teikningunni. Þetta er bara í einum gömlum og góðum poka frá sjálfur mér. Og síðan er það hérna Kaluna sokkarnir. Þetta er Soprano Knits Design. Þessi er alveg geðveikir. Minnir mér svona, svolítið eins og indjána fjöður utan á sokknum. Og það er hérna í flamingo pokanum. Og ég er að hugsa að, ég veit ekki samt ennþá, kannski er þetta, ég ætla að sjá þau búin að vinda upp, hvort það sé of mikið að gera í þessu gatni til þess að mynstri myndi njóta sín. Og ef svo, þá er náttúrulega alveg til nóg af einhverju öðru. Þetta er 80% superwash merino og 20% nylon, 400 jardar. Og þetta er eftir hana Freckled Whimsy. Hún gerði með, ég hef oft verið með pókan frá henni, þá pantaði ég þessi pókan og gatnið. Það var svona brúnn hundapóki. Það er eftir hana, en nú er þetta bara komið í pelikana. Póka. Já. Þannig að þetta er svona bara það sem að mér finnst ég bara að vera með óvenju lítið í gangi. Og ég er búin að tala alveg brjálæðislega hratt, það er ekki komin hálftími. En
það getur nú alveg tekst úr því. Nú fyrir blaðrið að byrja, sko. Þannig að ég uppfytjunaræðinu daginn, þegar ég fytju upp á einhverjum 13 nýjum hlutum eitthvað. Það náttúrulega bara rugl, en gerist samt. Og gerist stundum svona rugl og en ég komst yfir það og núna langar mér mikið að klára það sem var á döfinni í þeim skammti og geri það sjálfsagt áður en að ég held að stað. Ég ennþá svolítið svona þreytt í hausnum viðbrögð að vera í hitanum sem ég var í þannig á Spáni. Nú, svo ég man ekki hvort ég gat sýnt ykkur eitthvað töskun sem ég var að gera áður en ég fór út. Þannig að ég ætla að renna yfir í fljótt bragði þessar nýjustu. Mamma var svo æðislega, hún tók að sér að vera sölukona að með ég var úti og á elliheimili á Akranesi, dvalarheimili. Og var bara með töskunum þar, var með útibúð þar bara og það rókseldist, þannig að það var hellingstiltekt sem ég þurfti að fara í þegar ég kom heim, en síðan alveg uppfærð núna og ég á von á síðustu efnunum. Það eru 6 típur af efnum, ef mann rétt, sem eru á leið í hús, sem að gera þá 12 töskur í viðbót, cirka bát. Síðan ætla ég bara ekkert að gera meira af þeim í sumar, en ég var náttúrulega með verkefnasíðuna opna og þá gæti orðið tafir á ef að pöntuð taska og ég að fara í frí, þá gæti verið eitthvað tafir á að verða sendar út, en ég svo sem læt alltaf vita inn á þeirri síðu tímanlega eða er eitthvað svona óvanalegt í gangi. En ég gerði 2 svona póka og var að fá þessi sætu merki sem ég var að sauma í pókana. Og þetta er bara svona æðislegt til þess að það er pínu flísilinn í þessu, þannig að það standa alveg sko sjálfar. En það er ekkert mál að veðla þessu saman og setja þetta ofan í veski. Og já, þetta er bara fínt, þú veist, þetta er alveg undir svona barnaprjón eða sokka eða húfur eða hvað sem er stærð og rúmlega það. Síðan gerði ég 3 ég fekk aðra típa af þessum ísefnum, það var líka bleikt og hún er farin. Þetta er svona, þessar eru rosalega mikið teknar í, þessi stærð sem snyrtibuttur í gjafir. Annars er þetta líka fínt undir sokka eða vettlinga eða eitthvað svoleiðis. Og það fylgdi með þessu svona sætt doppótt efni sem ég ákvað að nota þá bara í fóðrið að innan. Svo er náttúrulega flísilín og handfang. Og hérna er ég mitt bara með sama fóður að innan og utan. Og það eru einhver vasar í þessum típum. Það er handfang á þessum litlu hérna. Og síðan eru það þessar hér sem og það eru allar með svona boxbotni, þannig að þú getur bæði einhvern veginn virkar eins og að taki meira og þær standa betur. Þær eru með svona bara ljósa efni inn í sér og vasa, þennan litlu vasa, og þar er ég með þetta nýja merki. Og þetta er sem sagt bananamunstur. Þetta er allt svona svolítið sumarlegt. Og það eru 2 svoleiðis til, ein eftir af þessum með ananasnum. Þessi er bara æðislega falleg. Ein svona eftir. Og ég er svona farin að gera það svolítið, að vera ekkert að kaupa meira efni en að ég ná að gera kannski 2 af þessari stærð og svo kannski eina minni eða eitthvað. Bara svo að sé fjölbreytt. Og síðan er ein svona eftir, litlu sætil birnir, ísbirnir. Og ein svona útutaska. Hér er önnur banana, hvað er hún að þvælst hér? Og síðan er hérna sjóarataskan.
og síðan bara þessar sem búin að vera þessar pelikana töskurnar, það nokkra svona eftir og ein svona og svo þetta sem úr svona grófara efni. Það ennþá nokkra til svoleiðis, ein svona lítil úr fyrri saumaskammtinum. Úps, alltaf að reyna að hafa þetta svona. Og svo tvær svona á stærri gerðina af þessum bókum sem dregnir saman ofan. Þessi hefur lent í að bögglast ég þarf að láta hann bögglast tilbaka. Þannig að, já, það aðeins til en sem sagt farið að ganga svolítið á þetta. Og já, eins og ég segi, ég vona að það skilji sig núna í þessari á næstu viku. Þessi efni sem ég á vona á, svo ég geti bara komið inn á leiksíðuna. Og ég alltaf með sko bara fast verða á töskunum og svo hef ég verið spurð út í póstbúðargjaldi, ég rukka bara 200 kall fyrir það, hvað sem það nóg eða ekki. Yfirleitt þarf ég að borga mig, en þú veist, það bara einhverjar krónur og ég nenni ekki heldur að vera að hafa þetta eitthvað of flókið. Þannig að ég tek það bara mig. Það alveg allt í góð með það. Nú, svo, já, ég fór í húsmæðraorlof til Spánar. Vinkona mín, ein af mínum kærustu vinkonum, hún flutt þangað, búin að búa þar í 2 ár og ætlar aldrei að koma heim aftur. Og ég skil bara alveg af hverju. Þarna ekkert mál, eins og hún ein. Enda hún býr með vinkonu sinna að nóti, en hún ekki gift eða neitt svoleiðis. Og öryrki, og hún getur lifað af á þeim launum þar úti og gott betur. Hún getur lagt fyrir, hún leyfir sér bara það sem hún langar að gera. Hún náttúrulega, hún með MS og svo hún mikil gigtarsjúklingur líka, þannig að hún fer ekkert svo sem mikið út til þess að eyða þannig, en hitinn þannig æðislegu fyrir hana og bara róin og næðið og allt. En svo getur hún líka alveg valið sér að vera í miklum félagsskap. Það milli 6.000 og 7.000 Íslendingar með fasta viðveru yfir allt árið sem að koma þá, ef þú komið til Íslands þá þeir staldraðir stutt við þar. Og og já, eins og ég segi, ég bara í tissa. Ég sjálf búin að eiga erfitt með miklar göngur síðan ég fékk slæmt kast í lappirnar fyrir 2 árum og hef svona verið vandræð með að ná mér upp á því, en það svo sem allt í vinnslu núna. En þarna úti, ég gat gengið og ég var ekkert skrýtnari í fótunum eða mér leið bara, þú veist, það var svo gott að sofna svona líkamlega þreyttur, ekki bara þreyttur í hausnum að ég að vera með síþreytu, heldur bara líkamlega þreytt. Og ég labbaði þarna sko, þar sem að síminn minn mældi voru yfir 30 kílómetra á þessum 4 dögum sem að ég gekk lítið, gekk kannski 1,5 kílómetr. Auðvitað gekk ekki brjálæslega mikið þegar ég var leiðin út, það svo mikið labbi í þessum flugstöðum. En svona að fara út að labba, þá labbaði ég yfir 30 kílómetra á 4 dögum. Og vinkona mín á hund og hún, sambýliskonan hennar, sér að fara með hann út kvölds og morgna að gera sína þarfir og veiðrann og svona. Og hún var í fjallgöngu á meðan ég var þarna. Þannig að mitt hlutverk var meðal annars að fara út með hana Mary. Og ég gerði það hverju morgni og hverju kvöldi og það voru alltaf það bil 4 kílómetrar og síðan arkaði ég sjálf svona, fór ég venjulega af stað kannski 11, hálf 11 á morgnana og arkaði svæðið þarna og það þú veist, það svo auðvelt að labba út allt sko og vera ekki hræddur að maður týnist að því maður hefur alltaf Google Maps og allt svoleiðis og getur hoppað inn í taxa og það kostar skið og ingenting sko. Og en það kom nú aldrei til og ég bara naut þessi botn að geta þetta og fór með þessi út. Ég var reyndar alveg
þunn á laugardaginn eftir flugið og svona. En dreif mig út að labba. Gerði svo aftur á móti ekki baun í gær. En það var líka fyrsti dagurinn í viku sem ég gerði bara ekki baun af hreyfingu. Og það er annars saman dagur í dag en ég ætla nú samt að gefa mig tíma annarkvort til þess að hjóla aðeins eða labba. Og ekkert að slá slöku við í því. Ég veit ekkert hvort það sést en ég byrja í freknusöfnun. Ég rosalegur freknu á handleggjunum og byrja á þessu þegar ég eignaðist frumburðinn. Eftir ég átti hana þá, ég var ekki með eina freknu áður, núna bara lærin og alls staðar, sko, freka fyndið. Og já, þetta var bara yndislegt og það var, þú veist, við erum báðar þannig að við fórum snemma að sofa. Þú veist, við fórum bara upp í rúm milli 8:30 og 9 á hverju einasta kvöldi. Tókum frekar daginn snemma. Vorum við komin fram úr bara svona, ég sofnaði ekkert klukkan 9, þá fór maður bara inn í herbergi í slökun og svona. Svo vorum við komin fram upp úr 8 á morgnana og maður var bara í stuttbuxunum og hlýr og ból allan tíman. Og tók lagðist 2 sinnum á sólbekkin eftir svona miklar göngur og steinrotaðist þar í blíðunni. Það er reyndar alveg svakaleg mengun þetta núna, það er búið að rigna svo lítið af þessu, hún er rétt hjá Torrevieja svæðinu og það er búið að rigna rosalega lítið þar síðustu vikur og mánuði. Þannig að þegar það rignir þá verður allt grútskítugt að það er svo mikill eyðimerkursandur í loftinu að rigningi verður bara brún á niðurleiðinni. Þannig að maður fann svolítið fyrir því, maður var að snýta úr sér svolítið sandi og auðvitað fór frjókona á hana með pínlítið að stað en ekkert neitt sem var eitthvað, þú veist, vandamál. Og vinkona mín vildi endilega ég kem í haust en ég þarf að fara annað í haust. Þannig að ég ætla að fara að ári og vera þá í 2 vikur og þá bara að leigja mér húsnæði sjálf líka. Eða svona fer eftir hvernig aðstæðurnar verða hjá henni líka. Og já, þetta var bara, gerði alveg ótrúlega mikið fyrir mig. Ég var nú svo úrvinda heima eftir veturinn. Bara mikið búið að vera í gangi einhvern veginn og þetta var algjört æði. Og saknaði ykkar náttúrulega ótrúlega mikið og það var rosalega skrítið þarna úti. Og þær ekkert í neinni handavinnu en voru það. Sérst, svo sem að vinkona mín leigja með og hún varð reyndar æstist öll upp í að fara að hekla prjóna tuskur þannig hún sá mig vera vesans með það og ég færði þeim sérkvort sokkapari og sérkvort sjalið svona sem þakklætt svott fyrir að leyfa mér að tróða mér hérna innar í þessa daga. En það var rosa skrítið að ég var alltaf bara ein með eitthvað í höndunum. En það er svo sem átt að vera eitthvað skrítið, það hefur alveg gerst heima. Það er ekki eins og kallinn minn sé að brjóna með mér á kvöldi. Nú, ég fór hún býr rétt hjá Stóru Molli, Senja, ef ykkur úti kannastu það, Senja Boulevard. Og þar við hliðina er svona Kínabúð eins og þær kölluðu. Þar er eiginlega bara svona AliExpress búð. Og ég fór inn í hana og týndi sletta af dótið þar í körfu og sá gafl líka. En það var bara svona eitthvað akríl og eitthvað mjög óspennandi þannig að ég var ekkert að gramsa neitt meira í því. Og það var ekkert meira svona, ég sá ekki neina prjóna eða neitt. Það var svo sem ekkert endilega að leita því heldur. Ég var bara með handfarangur með mér út og enga þessar tösku sem var tékkuð inn þannig að ég ætla ekkert að fara að tapa mér í eitthvað sem að ég gat fengið hér heima í meiri gæðum eða með meiri ullarprósentu í. En það var gaman að sjá þetta. Og bara yndislegt að sjá vini sína eða eins og vinkonu mína sem áttu bara orðið mjög erfitt með að þrífast hérna upp á landi og sjá hana bara vera blómstra þarna úti og ég kynntist henni semst árið sem ég greindist, það var 10 ár og ég hef aldrei séð hana svona hressa. Það var svo allt annað að sjá hana hreyfa sig og allt sko, þessi stirðleiki var alveg ekki sjáanlegur
Þannig að ég unni svo sannarlega að vera núna úti þó ég döði sakninar, sko. En sem betur fyrir er Messenger alveg frábært tól hann inn í Facebook og tölum mikið saman þar og þó að þetta sé langt flug að þá bara, ég var með hljóðbækur í símanum, ég var með prjónana og heklunálunar og tíminn flaug bara, fór með Primer og það var bara fínasta ferð. Við reyndar lentum í 1,5 tíma seinkun úti af því að það þurfti að fljúga inn í hann flugstjóra frá Kaupmannahöfn þar sem að flugstjóran sem flög vélinni út var búið með flugtíman, var átt að fyrir hvíld og þannig að það seinkaði en ekkert mál með það. Ég læt ekki svoleiðis trufla mig og við hlömmuðum okkur svo inn í vél og hann útskýrði allt hvers vegna þessi töf var og bara baðst afsökunar á því og ekkert, þú veist, þetta er ekkert mál ef allir eru bara rólegir og kurteisir og ég segi þetta af því það var flugdólgur í vélinni og þegar við lentum þá var hann búinn að vinna bara upp tíman. Hann fékk leyfi fyrir ekstra eldsneyti og var næstu búinn að vinna upp þennan 1,5 klukktíma sem að komin í töf. Þannig að hann fékk alveg eitt stórt húrra frá mér. En já, það var flugdólgur í næstu röð fyrir aftan mig, svona ská. Ég satt við ganginn og hann líka í sætaröðinni fyrir aftan mig hinum megin. Og hann bölvaði flugstjóranum alveg í sand og ösku fyrir að koma ekki vélina að stað leið og hann settist niður. Og síðan, ég var í 8. sætaröðu, hann í 9. og svo stoppar vélina og allir bara rólegir að fara að tína niður dótið sitt og við sáum það, við vorum í rananum alveg næst duty freeinu, þannig að þú veist, það var ekkert labb þarna niður í stigan eða neitt, það var ekkert, sko. Hann var alveg brjálaður yfir hvað hann var lengi að hossast við að koma okkur út og það var ekki eins og búið að opna ranan þegar hann var byrjað að rífa kjaftblessaður. En yfirflugfreyjan hann baðst bara afsökunar á þessu við okkur sem urðu fyrir þessu og sagði að hann væri svo sem alveg þekktur hjá þeim en hann gengi ekkert lengra en þetta var bara allt í kjaftinum á honum, en kjafturinn á honum var svolítið duglega sóðalegur, sko. En maður lætur það ekki trufla sig og svo er náttúrulega bara æðislegt að vera komin heim og hitta manni minn og barnabörnin, Hrafntinna og Hilmir buðu svo ömmu og afa í pönsur á laugardagsmorguninn og núna er ég að fara að sækja Hrafntinnu og skutla henni í leikskólann og fara til augnlæknis af því að ég bara veit ekki hvort ég á að vera með gleraugun eða ekki, það er allt í kross bara. Það er eitthvað búið að breytast með nærsýnina og fjarsýnina, þannig að ég þarf að láta græja það fyrir sumar. Ég get ekki verið svona í sumar. Þetta er svona, þú veist, ég er eins og börnin, ég er stöðugt að fara í og úr sokkunum, sko, nema það er bara í og úr gleraugun hjá mér. Og svo ætla ég að reyna að hitta prjóna vinkonuna mínar í dag líka, og sakna þeirra að ég lítið komist. Fór óvænt að vinna á föstudaginn áður en ég fór út og misti þar leiðandi að hittingnum þá, en vonandi hitti ég þar á einhverjar af þeim allavega á eftir. En ég ætla bara að láta þetta duga í dag og ég gerir bara fastlega ráð fyrir að ég verði hérna eftir viku. En þú veist, annars fyrir þetta náttúrulega breytast svolítið núna þegar bara sumar er að koma og þegar maður með verið komin í frí þá verður ekki eins auðvelt vika að halda einhverju rútínu að regla á þessu. Við erum með ógeðslega mikið af plönum ferðum í sumar innanlands og utan. Þannig að en ég bara hendi þá inn styttri þáttum eða finn bara út úr því og get nú yfirleitt láta ykkur vita hvað er langt í næsta, svona eins og ég er að gera núna. Að öllu óbreyttu verði ég hérna aftur eftir viku og já, ég er bara ótrúlega ánægð með að vera komin aftur hitt ykkur og að þetta í mína rútínu og allt þetta og bara þakka ykkur fyrir í dag og óska ykkur góðrar og gleðilegrar handavinnuviku og við sjáumst í næstu. Takk fyrir og bless bless.